ég komin þá í samband þess að þetta. En ég ætla þá að byrja því að þakka Eflu fyrir að hýsa okkur. Við vorum orðnir hálf munaðarlausir að það niður á loftlögu. Og það kannski eina nýðis og kannski 2 tölur í viðbót, en að öðru leyti hafið þið séð þetta allt saman áður. Þannig alltaf kostur við það að halda fyrir sem allir að séð áður, eða stofninu til. Og þannig ég ætla að fara í gegnum brunana sem voru í fyrra og hluti svona sem að þeir hafa kennt okkur eða að kenna okkur. Til að byrja með eins og venjulega með manntjónin, þau voru undir meðaltali og það fórst einn einstaklingur í bruna á hjúkrunarheimili og þar var viðvörunarkerfi og við höfum séð það í þó nokkuð mörgum brunum síðustu árin þar sem að svona slys hafa orðið, að það hafa verið viðvörunarkerfi og sem hafa ekki bjargað viðkomandi. Í sumum tilfellum eru eðlilega skýringar á því, aðrar kannski minni skýringar á því, en þetta gæti bent til þess að við þyrftum að taka okkur svolítið taki í sambandi við viðhald á þessum búnaði og viðbrögð við því þegar þessi búnaður hringir. Það alveg skiljanlegt að þegar að hægt að fletta því upp að einhver svona viðvörunarkerfi eru búin að hringja nokkur 100 sinnum síðasta árið, að það hlaupi ekki allir upp til hand og fóta þegar að það hringir í 401. skipti. En það greinlegt að þarna eitthvað sem að þarf að horfa betur á. Og eignatjónin í fyrra urðu aftur á móti yfir meðaltali og það var 1 stórtjón, kannski 1,5 stórtjón, en það var brunnið niður í Skeifunni sem að allir munaði þá eftir. Þar vorum við líka með viðvörunarkerfi og allra bestu aðstæður og þrátt fyrir að þarna væri viðvörunarkerfi þá fór þetta eins og það fór. Og það aftur eins og með í sambandi við manntjónin geti gefið okkur tilefni til þess að skoða betur sambandi við viðvörunarkerfi, hvort að það þurfi að fara betur yfir viðhaldið og reksturinn á þessum kerfum. Nú, svo ætla ég að fara aðeins yfir það sem hver borgaði fyrir þetta. Það óperamönnu sem gerði það eða á þeirra vegum. Það sýnir bara aðeins svona hverjir þetta lenti aðalega og síðan upp úr útkastaskýrslum bruninu svona þær tölur sem hægt að finna þar hvaða var sem að brann og út af hverju var að brenna. Og við vorum með síðast eða næst síðast smá að tölum það og þessar tölur eru svona 1-2 tönnum áreiðanlegri heldur en tölur sem voru með þá, en þetta sýnir ykkur þær líka. Hérna kemur okkur eina af þessum gömlu myndum sem sýnir okkur bara hvernig manntjónin eru. Það var eitt tjón í fyrra, ekki mikið meira það að segja, en þetta mynd sem hefur aðeins verið að breytast í tímans rás og fyrst og fremst rauðu súlurnar að